Á næstu misserum stendur til að taka í notkun 7500 fermetra örþörungaverksmiðju í norskri eigu í Ásbrú í Reykjanesbæ. Búist er við að 30 ný störf verði til við verksmiðjunnar, sérfræðingastörf á Suðurnesjum. Forsvarsmenn líftæknifyrirtækisins Algalíf og Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, skrifuðu undir 2 milljarða króna fjárfestingarsamning í morgun. Verksmiðjan er í húsnæði á gamla varnarliðssvæðinu í Reykjanesbæ og er áætlað að 30 starfsmenn vinni þar þegar hún verður komin í fullan gang árið 2016. Í verksmiðjunni verða ræktaðir örþörungar. Örþörungar eru einfrumungar sem að finnast í náttúrunni víða og eru í tugþúsundum afbrigða. Og sá sem við erum að fara að rækta hér er einn af þeim betri vegna þess að það er eftirspurn eftir honum og nýtingin er arðbær. Hvernig er hann nýttur? Við notum þennan örþörung í andófsunarefni sem er kallað astaxantín og er sterkasta andófsunarefni sem finnst. Efnið er meðal annars notað í fæðubótarefni og vítamínblöndur. Verksmiðjan notar 5 megavött af raforku til framleiðslunnar og þegar hefur verið gengið frá samningi við HS Orku raforkukaup til 25 ára. Aðkoma íslenska ríkisins er meðal annars í formi skattaívilnana og afslátts af tryggingagjaldi. Þetta er afar spennandi fyrirtæki og þetta er ný atvinnugrein. Þetta er svona klassísk skilgreining á þessu hugtaki eitthvað annað. Skapar hér vel launuð sérfræðistörf og vonandi verður þetta, dafnar þetta og vex og verður til þess að hér sprettu upp nýr spennandi iðnaður á Íslandi.